Öndunarkerfið er líffærakerfið sem gerir okkur kleift að taka inn súrefni og losa okkur við koltvíoxíð. Öndunarkerfið samanstendur af munni og nefi og göngum þar niður í kok, gegnum barkakýlið, niður barkann og niður í gegnum berkjurnar og út í lungu. Lungun eru 2 sitt hvoru megin, en lungun, svolítið merkilegt, þau eru ekki föst inn í brjóstkassann. Þau liggja laus. Það er hins vegar svona vatnsfilma, bara þunnt lag af vatni, sem heldur þeim föstum við brjóstkassann. Þið getið prófað að taka 2 spegla eða 2 glerplötur, setja vatn á milli, leggja það saman og reyna að toga það í sundur. Þetta er krafturinn sem heldur lungunum á réttum stað, þannig að meðan allt í lagi, þá virkar þetta alveg. En ef það kemur högg á okkur eða það kemur gat á lungun en ekki loft á milli, að þá geta lungun fallið saman. Brjóstkassinn hjá okkur, hann og vöðvakerfið sér að anda fyrir okkur. Lungun er engin vöðvi í lungunum sjálfum. Brjóstkassin eða rifbeinin okkar liggja svona aðeins niður. Hérna er hryggurinn, hérna er brjóst og hérna er maginn og svo er þindin hérna fyrir neðan sem er örþunnur vöðvi. Þegar brjóstkassin togar rifbeinin upp, þá líta þau svona út að þetta er aðeins lengra. Brjóstkassin hann sem sagt stækkar í þessa átt þegar þetta gerist og þá þenjast lungun út hérna inni. Þegar þetta slaknar á og fer aftur niður, þá eru lungun faraðu saman, þá fer loft út, hérna fer loft inn. Loftið sem kemur inn fer niður barkann, niður í lungun og lungun greinast alltaf í fleiri og fleiri minni og minni göng. Þangað til þetta endar í raun og veru því sem kölluð eru loftblöðrur eða lungnablöðrur, réttara sagt. Þar erum við með litlar bara svona holur, það sem eru æðar, alveg við. Og blóðkornin, þetta er svo litlar æðar, blóðkornin rauðu sem að flytja súrefnið, raðast í einfalda röð og af því það er lítið súrefni hérna, þá fyrst náttúrulega fer koltvíoxíð út og svo fer súrefni inn. Og þarna er bara skipt koltvíoxíð út, súrefni inn og við öndum svo koltvíoxíðinu frá okkur. Þannig að öndunarkerfið, það vinnur með blóðrásarkerfinu til þess að koma súrefninu inn í líkamann og vöðvakerfinu til þess að geta andað.